Við förum inn á næsta, þá eru inn á bréfum, en ekki... Jú, bara fyrsti liður. Bréf, skrifstofu borgarstjóra. Já, góða, ég kynni mig aftur fyrir þá sem ekki þekki. Ég formaður íbúðarráðs Vesturbæjar, Birgir Þór Jóhannsson, ég. Við erum á fundi númer 5 og ætlum að ræða ýmislegt mál. Dagskrá fundar inn á vefnum, inn á síðu Reykjavíkurborgar og við munum fara hérna í birtast í framhaldi. Hérna sjáum við dagskrá fundar. Fyrst förum við í bréf frá borgarstjóra dagsett 29. apríl heimild frá frávikum frá skilyrðum sveitarstjórnarlaga vegna neyðarástand í sveitarfélagi, notkun fjarfundarbúnaðar við framlengingar. Hér bréfið. Síðan eru líka ef það einhver athugasemdir þá vinsamlega sendið póst eða þeir fundarmenn komi með athugasemdir sem eru þetta. Erum við ekki komið með liður 2 þá? Jú. Liður 2, það er kosning í íbúðarráð Vesturbæjar. Það er líka til framlengingar bréf sem birtist hér. Sem sagt, það sem er samþykkt að ég taki við formennsku í íbúðarráði Vesturbæjar í stað Svavars Helgasonar og Helga Ösp Jónsdóttir taki sæti sem varamaður. Þá erum við komin í 3. lið, hverfið mitt, samþykktar tillögur í hverfinu og hér kominn fulltrúi til þess að kynna þessar tillögur og ég ætla að gefa henni orðið til þess að ræða þessar tillögur. Ég ætla að benda á að við erum ekki að setja út á ferlið, að tala ferlið, hvernig ferlið í hverju mínu. Það verður sennilega pása á hverjum mínu þetta ári og við getum þá verið með fund í haust þar sem við tökum fyrir ef við viljum koma athugasemdir. Hérna er verið að kynna verkefni og þá munum við sjá einstöku verkefni. Komið sæl. Ég hef aldrei verið á svona fundi áður þar sem það er svona bæði fólk til staðar og á þannig að ég er að reyna að horfa í augun á okkur öllum. Ég heiti Sigurlaug Anna, ég er sérfræðingur í lýðræðismálum á Mannréttinda- og lýðræðisskrifstofu Reykjavíkurborgar og hverfið mitt er verkefni sem er svona tímabundið í fanginu hjá mér. Það er aðeins breytingar í gangi varðandi hverfið mitt og þegar kannski orðið verið það að það er ekki verið að safna hugmyndum og að fara að kjósa hugmyndir á þessu ári sem væri annars í gangi. En það var kosið í verkefninu í nóvember síðastliðnum og ég er eiginlega komin til þess að fjalla þær hugmyndir sem var Vesturbæingar völdu og kusu í verkefninu þá. En auðvitað líka til þess að bara ræða almennt verkefni. Ég ætla að byrja svona aðeins á smá inngangi og svo enda á þessum breytingum sem standa fyrir dyrum. Ég ætla nú að reyna að vera stutt orð þannig að við komumst nú í gegnum þetta því þetta er auðvitað heilmikið og Vesturbæjarinn og hverfið mitt er svona í svona stundu svolítið svona togstreitu yfir að því að Vesturbæjarinn hefur svona ákveðna sérstöðu. Þar hann er þétt byggður og fólk svona mikið nýtir einhvern veginn sem sameiginlegu svæði og hefur svona ákveðnar skoðanir á þeim sem er bara gott og eðlilegt. En verkefnið, svo ég fann bara svona almennt yfir það og svo getum við rætt ákveðna hluti en ég vil líka leggja áherslu á það að netfangið mitt og okkar er til staðar, síminn líka og við erum alltaf reiðubúin til þess að svara spurningum verkefnið. En
En sem sagt verkefnið hefur verið til síðan 2012 í þeirri mynd sem það er núna. Það er búið að kjósa núna 6 sinnum. Þetta var 8. kosningin núna í nóvember síðastliðnum. Þetta var 8. kosningin. Og það hafa verið kosin 696 verkefni frá fyrri árum, en í fyrra voru kosin 91 í viðbót til framkvæmdar, sem ég held að sé þá 760 verkefni í það heila. Og þau verkefni sem voru kosin í fyrra, þau eru til framkvæmdar á þessu ári. Það hefur verið áætlað 450 milljónum á ári í þetta og þessi upphæð deilist á milli þessara 10 hverfa Reykjavíkurborgar. En verkefnið er samráðsverkefni íbúa og stjórnsýslu forgangsröðun og úthlutun fjármagns til smærri nýframkvæmda og viðhaldsverkefna á borgarum, eins og það hefur verið skilgreint hingað til. Í fyrra bárust í hugmyndasafnuninni sem fór fram í mars og apríl, þá komu 1054 hugmyndir. 406 af þeim voru tækar, það gilda ákveðnar reglur verkefnið og það varð til þess að það urðu 236 verkefni sem fóru á kjörseðlana í 10 verkefnum. Það náði ekki upp í 25 á Kjalarnesinu, það voru bara ekki fleiri hugmyndir og niðurstaðan er svo að það voru 91 verkefni kosin, 14 voru kosin í Vesturbænum sem að verða framkvæmd núna í sumar. Það voru 1451 gilt atkvæði, kjörsóknin í það heila var 12,55%, fyrra var hún 12,3%, þannig að við skríðum aðeins upp á við, en við vildum gjarnan sjá þátttökuna meiri. Í Vesturbænum er 10,2% þátttaka sem er minni en þáttakan í heildinni og þriðja minnsta þáttakan. Það er bara minni þáttaka í miðbænum og Kjalarnesi. En það sama þáttaka var í fyrra og bara stendur alveg í stað í Vesturbænum. Verkefni hefur svo kannski fáið sérstöðu að það er með þetta verkefni, þar fleiri konur sem kjósa í það en karlar, sem er á skjön við lýðræðisþátttöku almennt. Þannig að þetta er svona tölurnar yfir verkefnið. Og ætla ég bara að renna hratt yfir þessi 14 verkefni sem voru kosin í Vesturbænum. Þarna er fyrsta hugmyndin, hún er mýkri gönguleið, þetta er í rauninni tartan sem þið þekkið úr sundlugum. Þá verið að setja á hluta af sundlaugarsvæðinu að setja upp þetta gólf. Sé ég ekki alveg. Nei, þú veist, af því það sér þarna á skjánum voru við fyrir textabóksinu og þetta er það. Ég kann ekkert á það. Nei, alltaf leið. Alltaf bráðum. Næsta hugmynd. Þú erum að smella á skrætsjónu. Nei, einu tilbaka. Háa rólu nálægt hafi. Þetta á ægisíðunni er gert ráð fyrir því að þarna verði sett upp þessi svona háróla sem að hendar fullorðnum, hún er þá sérstaklega styrkt og hægt að njóta þess að láta vindinn blása hárið og horfa út til sjós, en ég gerir ráð fyrir því að þarna verði tekið einhvers konar jarðvegsvinna í leiðinni. Frisbee golfkörfu við skóla, þetta hefur verið vinsælt. Hérna er gert ráð fyrir því að það verði sett upp ein karfa við hvern af 3 skólum hverfisins. 3, 4. Já, 4. Já, ég sé ekki textan þarna á milli. Þetta eru 4. Það stendur verkefni fyrir því að setja upp eina frisbee golfkörfu við hvern barnaskóla hverfisins, samtals 3 körfur. Hagaskóli er eiginskóli. Það er ekki skráður svona. Næsta er Aparóló, sem ég gerir ráð fyrir að þið þekkið betur en ég. Þarna á að líka upp á hann, hugmyndin snýst að það er eitthvað, að það fari 4 milljónir í þetta verkefni
væntanlega, já, svona snyrta þarna í kring lóðina. Hjólastólaaðgengi, þetta er hringekja sem að verður sett á einhvern stað í hverfinu og veðið er að horfa á hvar það mögulega getur verið því að það tengist auðvitað því að það þarf að vera hjólastólaaðgengi að svæðinu líka og það er ekki margir staðir sem koma til greina, þannig að það er svona verið að horfa á hverfið með það fyrir hvar þessu verður best niður komið. En hugmyndin sem kom frá hugmyndahöfundi var alveg opin. Og þetta var kosið, þannig að nú er svona verkefni að reyna að finna þessu góðan stað. Og næsta hugmynd er niðurgrafið trampólín, hvar á völdum stað, já, þetta er svona eins, hann vil bara hverfið allt og það á að velja það síðar. Þessi hugmynd kom svona inn, svona opin líka. Þrískiptar ruslatunnur á völdum stöðum. Þetta er eins svona opin hugmynd þar sem að ekki er búið að setja staðsetningu á hvar á að framkvæma hana. Þetta er beiðni svona tunnur til þess að flokka í. Og það á eftir að útfæra það líka. Já. List í almenningsrými. Ég veit til þess að listasafnið hefur skipað í dómnefnd og þið tókuð þátt í því að fulltrúi ykkar er í þeirri dómnefnd og óskað hefur verið eftir hugmyndum þetta list, hvort þetta heitir útboð, eða samkeppni, já þetta er samkeppni, já. Og dómnefnd mun væntanlega skila sínum niðurstöðum, held í júní, væntanlega það. Þetta er umsóknarfresti sé að renna út bara morgun ef ég fer rétt með. Þannig að dómnefnd býtur að koma saman. Já, þá verður skemmtilegt að sjá hvernig þetta þróast. Næsta. Setbekkur á horni við Öldugötu 25. Það er ekki fólki sem á og býr á Öldugötu 25 sem setur inn þessa hugmynd og þau höfðu nú svona einhverjar aðeins skoðanir á því hvar þessi bekkur átt að vera. Og það er búið að ræða við sem að býr í þessu húsi að það varðar eiginlega mest þetta hús og ég held að menn séu sáttur í það að þessi setbekkur verði kannski aðeins hinum megin við hornið þar sem það er ekki beinlínis fyrir utan svefnherbergisglugga hjá íbúum þessa hús. Þannig að búið að finna, búið að vera í sambandi við þessa aðila og verður væntanlega gert í sumar, fljótlega bara. Hreinsun veggjakrots. Er það eitthvað spesifíkt? Nei. Nei. Þetta er óútfært frá hugmyndahöfundi en er kosið og verður útfært í sumar. Strandlíf hjá Grásleppuskúrnum við Grímsstaðavör. Þetta er skemmtilegt verkefni sem að snýst að svona halda svona gera sögu sem er liggur þarna baki svona hærra undir höfði með upplýsingaskilti, minnir mig eitthvað líf sem þarna var á sínum tíma og verður vonandi skemmtilegt þegar þessu verður lokið og eitthvað til svona til að svona gera þetta skemmtilegum áfengust að rifja upp sögu hverfisins. Matjurtagarður í Porti og verkamannabústöðum. Þeir sem nú sjálft. Ég bara eiginlega það snýst þess að upphækkaða ræktunarkassa og ég gerir ráð fyrir því að þessum matjurtagarði verði úthlutað eins og öðrum matjurtagarðum. Þetta verði ekki eingöngu fyrir íbúa í þessum húsum. En það mun væntanlega skýrast þegar að álíður. Ruslafötur, hvað stendur á Víðidreif?
Völdum stöðum í hverfinu. Völdum stöðum í hverfinu, þessi hugmynd heldur ekki útfærð. Þannig bara áætlað upphæð á hana og þá verður bara sett eins mikið af ruslafötum og fjármunirnir leyfa á þá staði sem menn telja mesta þörfin með það. Það er ekki komin hringir með þetta. Jú. En þetta virkar þannig svona almennt að þá senda allir sem vilja hugmyndir og þeir þurfa ekki endilega að búa í hverfinu. Það getur verið amma og afi eða fólk sem býr í hverfinu, senda inn þessar hugmyndir og svo þær kosið þær og þegar að kosningin lá fyrir eftir kosningarnar í nóvember, þá var hugmyndahöfundunum sem áttu þessar hugmyndir var sent bréf og þeim var boðið að taka þátt í hönnuninni og útfærslunni á þessum hugmyndum. Þannig að við, þeir sem höfðu samband og ósku eftir að fá að taka þátt, þeir gerðu það, fjölmargir gerðu það ekki, kærast ekki að í einhverjum tilfellum liggur þetta fyrir, þetta ekki kannski verkefni þessi eðlis að það þurfa að ræða það meira, en þeir sem ósku eftir að taka þátt í verkefninu og hönnuninni og útfærslunni, þeir gerðu það. Og svo erum við núna að segja ykkur frá því og ég hef verið að fara hingað og þangað í boraðinn. Við erum ekki búin að fara á alla staði og auðvitað hefur þetta ástand aðeins haft áhrif á okkur og svona þetta samráð sem við erum að vonast til þess að við getum bætt í. Þannig að þær breytingar sem við sjáum fyrir okkur að verði í framtíðinni, nú stefnum við á að í haust þá förum við aftur af stað með verkefnið. Það var þannig að við fórum af stað í mars, en við sjáum fyrir okkur að þessi 2 ára fasi sem búið að samþykkja verkefnið fara í núna, hann verður þannig að þá getum við byrjað fyrr. Við getum verið í meira samráði við bæði hugmyndahöfunda, íbúaráðin, nágranna verkefnana, hugmyndana sem útfærslan á hverjum stað og þannig að við lendum ekki í því að það séu kostnarinn hugmyndir og framkvæmdar þannig að það verði ágreiningur þær. Verkefnið á að vera samstarfsverkefni milli stjórnsýslu og íbúa og við viljum leggja áherslu á að þannig sé það, en hraðinn sem hefur verið á verkefninu hingað til, þetta hefur verið ofboðsleg keyrsla, hugmyndasöfnun í apríl, kosning í nóvember, framkvæmdir sumar og þegar framkvæmdin á verkefnum frá því árið áður er að gerast, að það er búið að safna hugmyndum aftur. Þannig að þegar við förum í hugmyndasöfnuna, þá er ekki búið að framkvæma hugmyndina frá því árið áður. Þetta veldur ruglingi og óánægju stundum og núna ætlum við að breyta þessu, þannig að þá tegjum við úr öllum fasa, öllu ferlinu og byrjum að hausti með að kalla eftir hugmyndum, kjósum það veturinn og þær fara svo í framkvæmdir síðsumar svo haust. Þannig að þegar við erum búin að framkvæma hugmyndirnar, að þá farið að staða aftur í hugmyndasöfnuna þannig að ferlið fer ekki fram úr sjálfu sér og gefur okkur þá tækifæri til þess að vera í töluvert betra samstarfi við alla, innan stjórnsýslunnar, við stofnanasvið og deilda, verkefnastjórarnir og hugmyndahöfundarnir og nærsamfélagið á framkvæmdatímanum, þannig að við getum gert þetta. Einnig verið að horfa til þess að við tökum viðhaldsverkefni út úr verkefninu og færum þau annað. Þau eiga kannski betur heima á ábendingavef og í annars konar ferli heldur en inn í þessu verkefni. Þannig að það er ein breyting. Og svo talað að við fjölgum stöðugildum því að hópurinn sem hefur verið að baki verkefni hefur ekki verið stór og það þarf fleiri hendur til þess að það sé hægt að hafa betra samráð og vonandi þá meiri ánægju og þannig að verkefni gangi betur fyrir sig. Þannig ég held að ég sé komin með eitthvað með annað. Ég sem sagt
vona að við munum eiga áfram gott samstarf. Ég syns að koma að hitta ykkur í fyrsta skipti, en ekki að síðasta. Ég ætla að koma aftur og segja ykkur betur frá því í sumar væntanlega hvernig gengur og kynna fyrir ykkur og eins og með list í almannarými þar sem þið fáið fulltrúa í dómnefnd. Þegar að það koma svona, eru þannig aðstæður að við viljum spyrja íbúaráð eða íbúa, að þá mjög mikilvægt fyrir verkefnið að hafa ykkur til þess að leita til og mikilvægt að við eigum gott samstarf. Þannig að þá ætlum ég bara að bjóða ykkur að spyrja eða eitthvað og ég skal ef ég get ekki svarað núna, skal ég skrifa bara hjá mér og við komum því til ykkar. Og svo get ég svo sem verið á fundum með ykkur bara alltaf eins og við viljið, en það ekki víst að það sé endilega óskað eftir því, en við reynum að gera okkur best að vinna saman að þessu. Þetta okkar sameiginlega verkefni. Þeir sem með spurningar, ef við viljum gera svona nota þráðinn og biðja bara orðið og þá getum við hengt ykkur síðan skræna orðum. Öðrum, hver eru með spurningar? Einhverjar spurningar? Björn, já. Þá kveikið þið á mikrofónunum þá sem ætlar að tala og hinn eins að það var slökkt. Ok, þetta var bara mjög áhugavert PowerPoint. Getum við fengið PowerPointið annaðhvort í pósti eða þetta einhvern veginn inn á einhverjum lekk þessum svona aldraður, miðaldra karlmaður eins og ég get og tæknilega svona frábært. Heimir sendir ykkur á því. Ég skal bara hengja þetta við rafrænu fundargerðina. Æðislegt, æði. Þetta mjög áhugavert og ég ætla að skoða þetta bara miklu betur. Æðislegt. Takk fyrir. Skúli, gjörðu svo vel. Já, bara þakka kærlega Sigurlaug fyrir þessa fínu kynningu. Þetta bara mjög skýrt og gott. Það var bara eitt sem kviknaði hjá mér, það var þegar maður fer yfir listan yfir heildaratkvæðin, það er áhugavert að bera hann saman við síðan þau verkefni sem að raun og veru hljóta kosningu og munu fara í framkvæmd. Það eru innan ákveðin verkefni sem að fengu í sjálfu sér ágætan fjölda af atkvæðum en komast ekki inn af því að kostnaðaráætlunin er svo há. Þau eru raun og veru það dýr að þau myndu ryðja til sín stóran hluta af fjármagninu. Það besta dæmi þetta er Hagatorgsverkefnið, annar áfangi, sem að fær 555 atkvæði en kostar 30 milljónir og er þar af leiðandi eru svolítið flautað út af sakramentinu af því að það myndi taka til sín helminginn af fjármagninu og ég nefni þetta því að mér hefur fundist þetta verkefni vera kannski svolítið svona á erfiðum stað í samhengi við annað sem að þarna er inni. Þetta er í raun og veru svolítið stórt skipulagsmál og rúmast illa inn í verkefni sem að snýst frekar svona mjög afmarkaðar framkvæmdir. En ég vildi bara flagga því að mér finnst þetta að vera verkefni sem að við ætlum aðeins að skoða í íbúaráðinu. Það segja Hagatorg, framtíðarnýtingin á því, hvernig það getur nýst betur fyrir íbúana í hverfinu. Við komum aðeins inn á þetta á síðasta fundi en svona, það væri gaman að sjá að við settum það á dagskrá kannski fljótlega sem verkefni til þess að hafa svolítið djúpt ofan og velta fyrir okkur möguleikum. Ég get líka útskýrt aðeins fyrir ykkur af því að það er oft spurt að þessu og þetta er eitt af því sem gerist þegar að kosningakerfi verkefnisins er hannað og það þarf einhvern veginn að ákveða hvernig á að fara með þessu og allt fyrirkomulag í kosningunni. Og þessi kosning er þannig að það er pottur upphæð sem að fólk er að velja úr. Og þá gerist það þannig að verkefni sem fær flest atkvæði það fer inn. Og ég meina auðvitað fyrsta verkefnið er alltaf innan ramma því það er ekkert verkefni sem fer út fyrir rammaverkefnisins þannig að af augljósum ástæðum þá fer það inn. Næst flestu atkvæði verkefnið það fer inn ef það er ennþá til pláss fyrir því og svo koll af kolli.
Og þegar svo lendum við þarna, eins og með Hagatorgsverkefnið, að þá bara búið að ráðstafa það mikið af upphæðinni í verkefninu að það kemst ekki og fer út fyrir. Og svo þá kemur næsta verkefni og svo koll af kolli. Og ég veit að þetta er bara reikniregla, þetta er bara svona útfærsla af kosningakerfið innan verkefnisins svona. Og þetta er ekki gallalaust. Ég veit að Kópavogur hefur farið þá leið að leyfa fólki að kjósa 3 verkefni. Óháð því, þá það ekki upphæð sem að fólk ráðstafar, heldur fær það 3 atkvæði til þess að setja. Og það er önnur leið sem líka hægt að fara hjá okkur, en þá það ákvörðun sem þarf að taka að breyta reglum verkefnisins. Og það hefur líka einhverja galla í för með sér að þá kannski eitt hverfið að fá bara pínu lítið, af því að hugmyndirnar sem fólk kemur eru svo allavegana og það er erfitt að fara að stjórna því hverjir fá að vera. Ef hún er lítil þá má hún ekki verða þær þá allar að kosta svipað, ef hún búið til einhvern svona pakka til þess að bjóða upp á. Þannig að þetta aðeins snúið verkefni. Og það er ekki ein lausn við því, heldur svolítið bara spurning að velja leið til að fara og halda sér svo við hana, svo getum við vilja að breyta, það er alveg inn í myndinni, en þetta svona út af þessu. Fleiri spurningar, Skúli? Ekki frá mér. Takk. Ok, þá Ásta sem biður orðið. Já, sælveriði. Ég er Ásta Olga frá Íbúasamtökum Vesturbæjar. Takk fyrir kynninguna og mjög gott heyrið vel í mér. Og gott að heyra að þið eru að endurskoða margt í ferlinu. Ég held að við eigum alveg eftir að óska eftir sérfundi með þér og kannski fleirum bara ferlið og einmitt þessi kosning, við höfum rætt þetta mikið í Íbúasamtökunum. Núna langar mig til þess að vita hvernig þið ætlið að taka á þessum með staðsetningarnar. Það voru mörg verkefni þarna sem ekki bara njörfuð niður á staðsetningar og hvernig það mun síðan tengjast á einhverju greiningu á opnusvæðunum og þörf á leiktækjum, ruslafötum. Mér fannst svolítið við vorum að skoða deiliskipulagstillögu varðandi hundagerðið sem hafði líka verið komið í gegnum Betri Reykjavík og þetta er náttúrulega skipulagsmál en þá fannst mig allavega vanta betri forsendur samhengi og hvort það væri búið aðra staði fyrir hundagerði þannig að þetta virki ekki bara svona sem eitthvað random af því að einhverju íbúar fengu þá hugmynd. Eru til betri staðir hugsanlega fyrir hundagerði og þess vegna langar mig að vita hvernig ætlið að taka ákvörðun núna varðandi allar þessar staðsetningar á trampolínum og ruslafötum og hvort að við getum kannski fengið kynningu á því þá næst. Já, verklagið í verkefninu þannig að nú það hönnuðir hjá umhverfis- og skipulagssviði sem hafa það verkefni að útfæra hugmyndirnar í samstarfi við hugmyndahöfundana sem hafa óskað eftir því að vera með og ef þeir hafa ekki gert það, þá það í höndum hönnuða og umhverfis- og skipulagssvið að útfæra þær hugmyndir sem eru svona opnar og í rauninni allar en það það ferli sem ákveður endilega staðsetningu og menn hafa haft alls konar skoðanir á því af hverju staðsetningar eru valdar og ég hef sjálf spurt og við höfum tekið þátt í svona alls konar þar sem íbúar hafa fengið að taka þátt í staðsetningarvalinu þá svo það hljómar eins og einfalt verkefni en það það ekki endilega af því að það eru svo margt sem skýrir það sem þau gera. Það eru lagnir, það eru alls konar aðstæður og hluti sem fyrir mig sem stjórnmálafræðingur, mig órar ekki fyrir þeim. Þannig ég kem og segist, af hverju getur ekki gert þetta svona? Og þá bara eru að því og svo kemur alveg endalausar útskýringar á því að það sé ópraktist eða gangi ekki af einhverjum ástæðum. En við erum að vinna í því að reyna að opna þessa ákvarðanatöku þannig að það geti fleiri komið að henni og við viljum mjög gjarnan gera það en það þarf samt að vera þannig að það sé, það tefji ekki verkefnin of, að við séum að það gangi svolítið, af því að ef við ætlum að setja
hvert einasta af þessum 14 verkefnum sem á að framkvæma núna í sumar í þannig sko, umræðufasa að það sem sagt náist ekki niðurstaða því fleiri sem koma að því oftar verður það flóknara en einhver opnun verður að vera í þessu og við sjáum fyrir okkur að það verði reynt. Ég bara, þetta samtal er í gangi núna og ég skal kynna það fyrir ykkur leið og ég geta. En ef það eitthvað sérstakt sem að þið viljið koma á framfæri, að þá það alveg sjálfsagt. Já, ég ætla bara að bæta við að ég ekki að tala að það var endalaus umræða og allir að fá að hafa skoðun. Ég bara að tala að sé þá farið í þessa greiningavinnu og þessi freka bara 1 tíma í það í staðinn fyrir að kasta ykkur upp og þess vegna vil ég bara líka segja, mér finnst mjög gott að heyra að þið ætlið að lengja ferlið, þannig að þetta verður 2 ár, en þetta verður þá miklu skýrara. Ég til dæmis með 2 verkefni þarna inni einhvers staðar sem ég veit ekki hvar eru í kerfinu, þótt það sé búið að vísa mér á framkvæmd að sjá og síðu yfir lista verkefni. Finnst þið ekki boðum að taka þátt? Hvað segirðu? Finnst þið ekki boðum að taka þátt í ferlinu? Jú, ég hef tekið þátt í ferli með Rólavöll við Nýlendugötu og núna ég með verkefni sem gengur út á að laga gatnamót á ákveðnum stað og þú veist, ég hef bara ekki beitt mér, ég meina það fóð mjög mikil vinna í það að taka þátt og það var mjög gaman, gekk mjög vel, en það var fyrir nokkrum árum, svo næsta verkefni og ég hef ekki náð að fylgja því eftir, ég veit ekki hvað það er. Þannig ég held að það sé mjög gott einmitt að þið lengi ferlið og einmitt og þetta með að fá aukið stöðugildi, ég bara styð það eindregið af því að ég held að það þurfi einmitt með ykkur, það þarf að taka þetta kerfi í gegn, þetta er ekki mjög notendavænt, bara út frá, ég hef séð það líka í skýrslu sem var gerð fyrir mannrétta og lýðræðisráð frá Kolibri, þar sem er bara farið ofan í kjölinn á því, þannig að það er fullt af vinnu þarna sem við vitum og hún er slungin og á mörgum lögum. Bara gátt að vera í dag til að fylgjast með áfram. En við ætlum að ræða það betur náttúrulega í næsta fund þegar við hittist aftur. Og þá ræðum við hvernig við getum, hvaða tillögur við getum komið með til þess að bæta aðferðafræðina. Og síðan náttúrulega væri náttúrulega einfaldara að það væri búið að ákveða áður nákvæmlega hvað hlutin að koma. Þannig að það er líka fyrir fólki sem að kjósa, þá er það skýrara hvað það að kjósa, hvað það á að koma. Heldur en ef það ákveðið eftir á. Við getum þetta óska eftir að hönnuði komi inn á fund til ykkar og beðið á af því það svona óvenjulega margar tillögur í hverfinu ykkar sem eru óstaðsettar. Þannig að það alveg í myndin að þið bara beðið slíka kynningu. Með eina spurningu í lokin, það er þessi matjurtagarður, hann ekki á einkalandi inni? Nei, annars hafði hann ekki verið settur hann. Það er eitt af skilinu verkefnisins að hugmyndirnir séu útfæranlegar á landi Reykjavíkurborgar. Þannig að annars hefði það ekki verið það. Fínt, ég veit ekki ef við höldum áfram á næsta lið og þakka það kærlega fyrir þessa kynningu. Já, sömuleiðis, takk. Takk fyrir. Og síðan næst ætlum við að tala tillögur deilskipti. Við vorum beðin álit og kom bréf frá, öðru tilvikinu kom bréf frá skipulagsráði, í hinu tilvikinu tókum við eftir, það er einmitt beint í framhald af þessu, það er hundagerðina við Vesturbæinn. Því að það er mjög deilt það hvort að þetta sé besta staðsetning fyrir hundagerði og vorum með kortið af því. En við erum sendum inn athugasemd nokkru úr ráðinu. Það er gátnast. Það er beint í kortið. Já. Og þá ef þú getur zoomað inn hægra megin. Sem sagt, það er breytt bílastæðin og aðeins nokkrar breytingar sem eru gerðar í leiðinni, en aðalega
kemur hundagerðin þarna það sem gróðursvæði og þetta við hliðina á leiksvæði fyrir börn og það skilja það allir að það þurfi líka pláss fyrir hundana og þeir þurfa að koma einhvers staðar en spurningin náttúrulega hvort þetta sé rétt staðsetning og það sem hefur verið sett út á í kerfinu að það sé ekki hægt að kjósa á móti tillögum. Það kosið með og síðan færum ákveðum fjölda en síðan það þessi þáttur þannig að við í ráðinu sendum skoðum þetta nokkur saman og öll saman og það komu nokkrir með sameinast bréf 3 sem við sendum skipulagsráði álit. Ertu með bréfið? Já. Þannig að í bréfinu til skipulagsfulltrúa þá tölum við þessa útfærslu á mínu hverfi og síðan nefndi hér þetta á undan og síðan það og finnst það eðlilegt að íbúar geti haft skoðun á vali milli mismunandi svæða sem geta gengið undir hundagerði. Hugsanlega séu önnur svæði sem henta fólki og dýrum betur. Ef hundagerði verður gerð að veruleika þarna í óþökk, meirihluta ef það í óþökk sjálfsagt, gæti einnig farið þannig að næstu kosningum að í mitt hverfi verði samþykkt tillaga að breyta hundagerðinni í eitthvað annað. Þannig að það gæti farið út í rifrildi og slíkt og við viljum það náttúrulega ekki, við viljum að sé sameining þessar hluti sem eru valdir. Og síðan náttúrulega í ljósi þess að það eru margir nýtingarmöguleikar á svæðinu í kringum Vesturbæjarlaug og íbúar eru ekki sammála hvað því að ganga fyrir. Þá leggjum við til að hundagerðin verði gerðar nýjar tillögur að mismunandi útfærslum sem sýna notkun alls svæðisins með leiktækjum, gróðri og aðstöðu fyrir íbúa. Þeir sem skrifa undir leggja til að það verði skoðaðar líka aðrar tillögur áður en verður ákveðið að fara í hundagerð. Hafið þið einhverja athugasemdir við þetta aðrar? Eitthvað sem þið viljið ræða þetta frekar eða að fara í næsta mál? Ég má bara skjóta í orði, mér finnst þetta bara vera málefnaleg og góð sjónarmið. En ég svona meira prinsippástæðum það ekki rétt að vera sjálfur sem borgarfulltrúi á umsögninni. En geta mörguleyti tekið undir þau sjónarmið sem þarna koma fram. Takk fyrir. Og þá skulum við vinda okkur í næsta sem bréf, fengum bréf frá umhverfis- og skipulagsráði vegna upplýsinga fyrir Dunhaga. Þar leitað eftir okkar áliti. Þarna hefur mikil umræða átt sér stað og það er hægt að kynna sér það inn á netinu. Það eru sem sagt, getur opnað deiliskipulag. Teikninguna. Og þetta er deiliskipulagslýsingin. Þessi lýsing fylgir deiliskipulagi sem var búið að samþykkja og það er verið að biðja athugasemdir við þessa deiliskipulagslýsingu. Í rauninni hún svona nánari útskýring út af því að ferlið var kært og þetta deiliskipulagssamþykktin var kærð og þannig að það var sett inn þessi krafa svarið skipulagsráðs að koma með þessa skipulagslýsingu og fólki gefið möguleiki að koma með frekari athugasemdir. Og við í framhaldi beðunum að koma með okkar álit. Ég fékk ekki miklar athugasemdir frá öðrum nefndarmönnum
Við sendum samt inn út að mér fannst skipta máli að senda inn ummæli. Þá skrifaði ég undir það bréf frá ég og Ásta, formaður Íbúasamtaka Vesturbæjar, sendum inn bréf sem við skrifum undir við 2. Borgarfulltrúar vildu hvorugir taka þátt út af stöðu þeirra, Hildur og Skúli, fannst það ekki rétt. Það sem við segjum í þessu bréfi sem birtist hér að við höfum náttúrulega ekki kannski náð að ræða þetta eins og við þurftum að ræða út á COVID. Það hefur verið betra að náttúrulega þessar deiliskipulagstillögur komi inn fyrr, þannig að við náum að ræða og fundum áður náttúrulega áður en dagsetningin sem takmarkinn sem sagt takmarkinn fyrir athugasemdafresturinn sem sagt líður. En í þessu tilviki þá þurftum við að skilja þess inn fyrir 12. fyrir annað og núna fyrir 18. Þannig að við gerðum þetta í gegnum netið og sem sagt ég náttúrulega tek líka eftir þessu sem fagmaður, sem arkitekt, þá náttúrulega margt sem slæmi í teikningum og þá náttúrulega það helsta náttúrulega nýtingarhlutfallið sem nokkuð hærra heldur en öðrum byggingum þarna innan reitsins. Og náttúrulega þessi bygging sé hærri heldur en önnur. Hún öðruvísi í byggðamynstrið og þessari byggingu öðruvísi heldur en öðrum byggingum sem þarna. En hún samt tengist byggingu sem móti hinum megin við götuna, þannig að það náttúrulega sjálfsögðu ákvörðun skipulagsyfirvalda hvort að það sé eðlilegt að það sé brotið þetta mikið upp í umhverfinu, hvort hann eigi að vera öðruvísi en hinnar. Þannig að við tökum ekki, við segjum ekkert að það eigi ekki að gera þetta, við bara bendum á ákveðna hluti og það væri náttúrulega betra að vera með svona heildstæðari deiliskipulag. Maður sér þetta deiliskipulag svolítið mikið gert var út frá þessu húsi í staðinn fyrir að vera gert út frá reiknum í heild. Einhverjir með athugasemdir eða spurningar varðandi þetta bréf, þetta deiliskipulag? Enginn? Þá skulum við bara vinda okkur í næsta. Næsta sem sagt bréf stýrihóps innleiðingu íbúðaráða tillögur Flokks fólksins að íbúðaráðinu finni leiðir til að auka samvinnu við stofnanir í hverjum þeirra. Þetta bréf hér til framlengingar, kynningar. Einhverjar athugasemdir, spurningar? Og vindum við okkur í næsta lið. Það svari fyrirspurnir Íbúðaráðs Vesturbæjar úthlutun síðustu ára úr Hverfissjóði. Hérna eru tölurnar, þannig að við höfum aðgang að þessu ef þeir sem hafa svarið og tölurnar sem við förum þá getum farið yfir. Þetta saman. Síðan er bréf mannréttinda og lýðræðisstofu vegna fyrirspurnar Íbúðaráðs Breiðholts aðgang að lokaskýrslum vegna styrkja og Hverfissjóði. Það líka til framlengingar. Ef ég mætti með leyfi formanns, þá er þetta svar sent öllum íbúðaráðum í ljósi eðli máls, en þarna var óskað eftir því að íbúðaráð myndi fá greinargerðir sem umsækjendur sem fá samþykki þurfa að skila verkefni loknum og þarna kemur fram að við því verið brugðist og greinargerðir verða sendar íbúðaráðum jafnóðum að það berast. Sem náttúrulega bara mjög gott mál. Og þá erum við komin að sumarborgin 2020.
Það sem sagt tillaga borgarstjóra um eflingu hverfisvanda, mannlífs og menningar í hverjum borgarinnar sumarið 2020. Sem sagt, lagt til að borgarráð samþykkja veita íbúðaráðum borgarinnar 30 milljónum króna til úthlutunar til verkefna sem hafa markmið að efla hverfisandann, mannlíf og menningu í sumar 2020. Gert ráð fyrir að efnt verði eða auglýst yrði eftir verkefnum og viðburðum sem ætlað væri að stuðla að auknu mannlífi, menningu, félagsauði og lífsgæðum í hverfunum í sumar. Það er búið að auglýsa þetta núna, komið í auglýsingu og það er búið að opna fyrir umsóknir og það er til 7. júní ef ég mann rétt. En íbúðaráð náttúrulega líka afsakið með Leifur Vormann sem lykilhlutverk í því að vekja athygli á þessu inn í sínu nærsamfélagi en Reykjavíkurborg mun auglýsa þetta líka með sínum hætti en það er einmitt ykkar tengingar svo mikilvægir í þessu sambandi. Hvetja fólk til dáða í nærsamfélaginu til að koma á fót skemmtilegum verkefnum. Já, og sem sagt Vesturbæinn þarna. Nei, það er ekki upp að henni. Nei, ég man hann ekki nákvæmlega en hún ég þori bara ekki að fara með það en ég myndi án ábyrgðar skýtja 3 milljónir. Sem sagt, við munum taka fyrir næsta fundi þá eigum við að geta ákveðið okkur og vera búin að fá útlistun á þessum styrkjum umsóknum sem berast inn. Þannig að á fundi okkar í júní þá getum við ákveðið hvernig styrksveitingum verður varið í Vesturbænum. Þá er næstu liður. Byrja. Já. Nei, ég var bara að spá með tímalínu í þessu. Fólk á skilin fyrir 7. Já. Og næsti fundur okkar er eftir mánuð. Erum við þá eitthvað að tefja úthlutunina því ef það á að vera styrkir sem fólk á að geta nýtt í sumar? Já, við verðum samt að geta tekið þetta fyrir og þetta verður alltaf líka fyrst tekið fyrir nefndum borgarinnar fyrir að skoða það áður en við fáum þetta. Þannig að fólk getur þá ekki gert ráð fyrir að fá þetta fyrir en eftir cirka 20. júní? Ég get ekki séð það, hvernig það ætti að ganga upp. Nei, ekki samkvæmt þessu, en þetta er náttúrulega bara, það hefur verið að bregðast við ástandið í samfélaginu og þetta er bara sá tímarennimi sem, já, er sniðinn. Ok. Er einhverja fleiri athugasemdir þetta? Spurningar? Kannski bara liggur fyrir einhver svona auglýsingatexti sem að menn getur notað við til dæmis í íbúðaráðinu til að kynna þetta. Ég sá það komnar inn í auglýsingar inn á Facebook og íbúðarsamtaka Vesturbæjar, var það ekki, eða voru að setja... Ég hef ekki nákvæmlega rekist á þessar auglýsingar sem í gangi, en þetta er þarna umsóknar síðan. Já. Þannig að þarna Vesturbæjarinn 3,78 milljónir. Ég var á vískur við ykkur á hann, en það var hugsanlega hægt að stela ykkur þarna, en ég get líka að kanna þetta og hvort að það sé búið að hanna einhver eina auglýsingu fyrir þetta, hvernig er að gert þetta eins og fara með þessa hlið mála hjá borginni. Þá fjallum við á miðborgarfundi í næstu viku, á fundi hjá miðborgarráði. Fundur miðborgarráðs sem haldinn alltaf í Ráðhúsinu einu sinni í mánuði með íbúasamtökum og fulltrúum frá bæði úr Vesturbænum og miðborginni. Það verður farið alveg yfir þetta sumarborgina og hvernig verkefni ætlast til að fá þar. Já, það var dagskrá þar.
Þá fyrir við næsta mál, það eru verkáætlun Reykjavíkurborgar, vorhreinsun og götum og gönguleiðum. Þetta er framlengingar. Sjáum þið hver frá 4., 5., 6. maí, 7. hvaða götur eru hreinsaðar hvern daginn. Þetta er inn á þjónustuvef Reykjavíkurborgar. Þetta er hreinsun gatna, gönguleiða. Síðan er 12. liður aðkoma íbúðarráða að fjárfestingar og viðhaldsáætlun. Nei, fyrirgefðu. 11. liður, samkeppni listaverk, fyrirgefðu. Það er líka verið í auglýsingu sem sagt. Við erum með 11. lið, samkeppni. Já, svo sem, ég gerði þá tillögu fyrirgefðu formaður, að setja þetta, við bara vekja athygli á þessu, en umsóknarfrestur er náttúrulega að renna út á morgun og ég hef séð þetta auglýst greimt á miðlum Reykjavíkurborgar og þið komist náttúrulega að þeirri niðurstöðu sameiginlega að Ásta tæki sæti í þessari dómnefnd sem kemur væntanlega saman bara núna mjög fljótlega. Hér yfir vonandi fjölmörgar skemmtilega tillögur. Já. Er eitthvað veistu að mynda Ásta heldur en þetta? Nei, það er bara búið að hittast og fara yfir svona praktísk mál og já, þetta er bara mjög spennandi. Taka þátt í þessu. Við vistum þetta náttúrulega á bara Facebooku sér íbúasamtakana líka. Þá förum við í næsta lið nr. 12, það er sem sagt aðkoma íbúðarráða að fjárfestingu og viðhaldsáætlun. Hér sjáum við samþykkt. Já, ég lét hana svo sem bara fylgja með, það er bara til upplýsingu því það er tekið fram sem sagt að íbúðarráð eigi að hafa þessa aðkomu. Já. Og þannig að þið hafið sem sagt aðkoma þessum link og þessum gögnum hérna inn á. Nei, ég lét bara samþykktina fylgja með, en það er sem sagt, ég bara vildi gera það tillögu við formann að setja þetta mál á dagskrá því að það var kynningafundur eins og þið fengu öll boð á, hvað var það fyrir 10 dögum síðan cirka, þar sem fjárfesting og viðhaldsáætlun var kynnt fyrir íbúðarráðunum og nú erum við að bíða eftir því að fá gögn í hendurnar sem við komum svo áfram til ykkar og þá hefst svo vinna ykkar að rýna þessar áætlanir og gera tillögur hugsanlega í kjölfarið. Já. Það verður, ég hef nú ekki fengið loka dagsetningu á hvenær þarf að skila þessu. Það var í kringum 18. var fyrsta hugmynd. Ég vonast 18. júní, þannig að þetta þyrfti að afgreiða á næsta fundi. Ég held að við hljótum ekki að fengja að resta þessu fram í lok júní, en þetta þyrfti að afgreiða á næsta fundi ykkar. Þetta plagg. Og þeir ætla að koma með meiri útlistun fyrir hverfið og... Já, þið fáið í hendurnar upplýsingar hvernig þetta fer fram. Við erum bara að kalla eftir þessum gögnum og reyna að útbúa þetta þannig að það verði auðvelt að fá yfirsýn og átta sig á umfangi. Þetta mun berast bara eins fljótt og hægt er. Já. Það voru náttúrulega margir sem sátu þennan fund sem eru náttúrulega að sjá þessi gögn og upplýsingar af okkur. Þá skulum við bara fara í næsta lið sem er sumarleyfi íbúðarráðs Vesturbæjar. Já, með spurningu síðasta lið. Já, fyrirgefðu. Já, af því að við sátum náttúrulega þennan fund og það var líka á fundinum óska eftir að fá sundurliðin fyrir síðasta ár. Svo það væri svona auðveldara fyrir okkur að átta okkur á hvað liggur á bak við þessar tölur. Þetta voru svona mjög stórar tölur, mjög grófar tölur meina ég. Já, formenn íbúðarráðanna voru búin að flestir samanast bréf sem þeir sendu inn að biðja meiri sundurliðum.
Ok. Og það var líka búið að segja það á fundunum að þeir ætluðu að reyna að gera það, en á sama tíma væri náttúrulega vandamál að þetta væri tölur fyrir næsta ár og það væri náttúrulega ekki búið að, það væri náttúrulega áætluð verkefni sem byggja þá á verkefnum fyrri ára. Og það náttúrulega þyrftum við að fá meiri aðgang líka að verkefnum fyrri ára til þess að átta okkur betur á tölunum. En má ég spyrja, af því að nú vorum við mörg á þessum fundi, eitthvað sem ykkur finnst sérstaklega við eigum að hafa þegar við undirbúum okkur fyrir næsta fund sem við eigum að vera að horfa á, sem að þið tóku eftir þannig í síðustu viku, varðandi Vesturbæinn? Ég persónulega tók bara náttúrulega eftir því að ég vil gjarnan sjá tölur fyrri ára til þess að átta mig betur á því nákvæmlega hvert þið er að fara. Meira útlistað í náttúrulega niður í þaula. Sjá þetta sjá því. Ég veit ekki með einhver hinn, einhver athugasemdir? Já, ég myndi segja svona frá mínum bæjardyrum séð, þá finnst mér kannski einna brýnast að fá krafti í endurbætur á skólahúsnæði, bæði Melaskóla og Hagaskóla. Þeir búa báðir í húsum þar sem að aðstæðan er barns síns tíma, ef svo má segja. Og það er mjög mikilvægt að það komi aukinn kraftur í að fá viðunandi úrbætur á þessum stöðum báðum. Ok. Það er gott að vita það að þér síðan, ég held að þá, ef við hugsum það er búið að vera að gera upp skólalóðina hjá Vesturbæjarskóla og á að ljúka því, en ef maður hugsar svæðin þeim megin í Vesturbænum þá er rosalega mikill skortur á bara útivistarsvæðum og aðstöðu til útivistar og leikja og slíks. Þannig að mér finnst við kannski þurfum að hugsa þetta líka í samhengi þegar við horfum á þessu tölur. Bara grænu svæðin og skólalóðirnar. Já. Einhverju fleiri með athugasemdir? Nei. Þá skulum við bara halda áfram og vinda okkur í næsta lið. Það eru sumarleyfi íbúðaráðs Vesturbæjar. Sumarleyfin eru... Já, ég gera það. Það er gert ráð fyrir því að íbúðaráðin taki sér eins og önnur ráð borgarinnar mörg hver frí í júlí, en ég setti þetta á dagskrá í ljósi þess að fyrir liggur þessi vinna með fjárfestingu og viðhaldsáætlun og einnig afgreiðslu umsóknar vegna sumarborgarinnar og ég hef verið að bara vekja máls að þessu við íbúðaráðin því að mismunandi hvenær er funda í mánuðinum og hvort að við sjáum ekki alveg hvernig umfang vinnunum verður við að flokka þessar umsóknir og koma þeim áfram. Þannig að þið fundið hvað er núna þriðji miðvikudagur, þriðjudagur er miðvikudagur? Já. Þannig að þetta ætti að nást á föstum fundatíma hjá ykkur næst, en það bara gæti komið til, ef þetta passar ekki tímalínan að það byrjar boða til auka fundar í lok júní til að klára þessi mál. En þetta er bara eitthvað sem við tökum á þegar það kemur. En gæti þessi fundur hugsanlega að vera í fjarfundur? Þannig að fólk farið í svona... Já, það er heimild til fjarfunda, hún rennur út 2. júní. Það bara eftir að koma í ljós hvort að heimild eru framlengd. Já. Það er náttúrulega miklu auðvitað þegar fólk er í einhver staður. Vissulega, en við skulum bara vona og stefna því að þetta verði hægt að afgreiða bara á föstu fundatíma ráðsins í júní. Já. Eru einhverju með athugasemdir varðandi þetta? Já, það er Já, hvað er þetta? Nei, ég er bara að lesa þína athugasemd. Já, akkurat. 17. júní, það er kannski erfiður dagur. Já, ég sé það ekki. Ég var búinn að kveikja því það var eitt ráð, ég myndi ekki hvað ráð það var sem var á 17. júní. Þannig að sá fasti fundartími fallið til glugga bara núna eftir hálfa mínútu. En þetta
þetta ráð hefur nú verið svo farsælt við að finna fastan fundartíma og það hefur gengið vandræðalaust. Þannig að ég hef enga trú á öðru en að við lendum því. Ég er hættur að fá lengtið bara út. Já, ég geti séð. Þú sé athugasemdir frá þessi einhverjum með athugasemdir? Já, þetta er sem hann, Skúli vakti bara máls á þessu. Næsta fund ber upp á 17. júní. Þannig að við þurfum að finna fundartíma fyrir júní. Ég veit ekki hvort að þið hafið tillögur þeim efnum akkurat núna. En svona, ég myndi halda að það hentaði betur þó að færa hann aftur fyrir 17. júní, næsta fund. En það er á 5. degi, 18. júní. Eru allir lausir þá, til dæmis? Það er svona, þess að kanna. Já. Já. Engar athugasemdir. Ég er alltaf með þessi nýju íbúðaráð á minni könnu, en þannig að það er ekkert allt of mikið af dagsetningum í boði, en ég gæti að sjálfsögðu fengið backup frá minni skrifstofu og mínum yfirmönnum ef til þess kæmi. Þannig að ég legg bara til að þið ræðið þetta núna bara fljótlega og ég fæ þá óskir frá Birgir nýjan fundartíma. Þá vindum við okkur bara í næsta málefni. Það eru málefni hverfisins, eða það væri eitthvað nýjar, þá er það hvort það sé eitthvað póstarinn á... Já, ég var að framsenda á því einn póst sem barst þann eina. Já. Það getur yfir nokkuð möguleika að lesa hana upp. Hvort að ég sendur hana á. Ég get svo sem gert það, fyrst að Birgir eftir netlaust. Já, það er að koma inn aftur. Ég langar til að vita hvort það eigi að byggja þessa fræðilegu byggð í kringum Héðinsreitin. Ég spyr, er þetta ekki gott tækifæri til þess að endurskoða þetta? Þessi byggð er í algjörri andstæðu við byggðina í kring. Allt of mikið magn, allt of háar byggingar taka birtu af fólki og útsýni. Svæðið verður mikið verra eftir á. Strandlengjan er að verða eins og Berlínarmúrinn. Loka gömlu íbúana inni. Þetta Héðinshúsið fékk ekki að bæta einni hæð. Það er 500 manns og til hvers. Þetta er ég er að reyna að geta í eyðutar hérna. Komin inn á þetta líka. Já, og til þess að verktakinn græði meira. Græði meira og undir lifandi. Svo er það ferðamennir sem stoppast upp. En við sem búum hér getum verið án þess. Ég bið að þetta verði endurskoðað, en það veit ég ekki neitt í næringunum sem styður þetta. Er ekki komið nóg af byggingarslysum? Kveðja Áslaug af Ránarbúti, 46. Þetta er náttúrulega ekki eitthvað sem við tökum fyrir beint, en við náttúrulega tökum fyrir athugasemdir við skipulag, við skipulagstillögur, nýja skipulagstillögur sem fara, sérstaklega svona stærri tillögur eins og þessar fara fyrir ráðið. Það er búið að samþykkja þessar tillögur fyrir Héðinsreit og svo í þess veit. En það eru náttúrulega breytingar reglulegar á henni og eitthvað skipti sem það kemur inn, þá kemur það til okkar og við ræðum það. En að sjálfsögðu getum við reynt að koma með athugasemdir, við komum með athugasemdir, við hafa áhrif á það að strandlengjan sé sem mest vernduð og byggðinni sem er í kring sýnd ákveðin virðing. En við erum náttúrulega ekki skipulagsyfirvöld og ég náttúrulega bendi öllum á að svara og senda athugasemdir inn á vef borgarinnar, skipulagssviðsins, skipulagsráðs, þegar það eru kynntar nýjar deiliskipulagstillögur.
Hafa aðrir nefndarmenn eitthvað þetta að segja? Já, ég ætlaði bara að benda á að íbúasamtök Vesturbæjar sendu inn athugasemd líka á sínum tíma varðandi bæði hæð á húsum og hvernig þeim var skipt upp til þess að leggja áherslu á gönguleiðir hérna í gegn og líka skuggavarp út að sjó. Þannig að það er hægt að það er bara aðgengilegt fyrir þá sem vilja og geta leitað það til íbúasamtökunum ef þau vilja kynna sér það. En það kom svo sem ekkert sérstakt út úr því. Þannig að það hafa náttúrulega verið sendar inn alls konar athugasemdir en það er náttúrulega ákveðin réttur þegar búið er að samþykkja deiliskipulag þá er það eins og lög og mjög erfitt að fara að fá hlutunum breytt aftur tilbaka. Við vonum að ég hafi svarað þessari spurningu. Þá komum við að næsta. Það er ekki fleiri póstar en það? Jú. Ásta er að senda pósta. Getur kannski bara, veit ég hvort þú vil standa fyrir því sjálf eða hvort þú vil lesa. Sendir Ásta en póst. Viltu kannski lesa póstin eða spurninguna? Já, ég ákvað bara að senda þessu að þið væri með þetta. Þannig ég er með tvö atriði. Þannig ég ætla bara að byrja á því fyrstu, það voru íbúasamtökin, samtök Vesturbæjar. Þau hafa áhyggjur af því að hvernig borgarlínan mun hafa áhrif á samgöngumál í Vesturbænum og myndi vilja óska eftir fundi með verkefnastjórum borgarlínunnar það, hvernig framtíðarsýnin er varðandi umferð í Vesturbænum, Hringbrautina og tengingu við borgarlínuna. Þannig að ég sendi ykkur bara póstinn með og það er spurning hvort það er hægt að taka undir þessa ósk okkar. Já, að við skoðum, tökum fyrir lagningu borgarlínunnar í Vesturbænum, bara í heild, sem sagt. Já. Fáum við upplýsingar og ræðum það, fáum kynningu það í ráðinu. Jú, það var mjög gott, við getum lagt það til. Eitthvað fleira? Já, svo hitt málið og það er varðandi Hringbraut 116 og það sendu bæði íbúasamtökin og Vesturbæjarskóli, skólastjórnendur inn athugasemdir og síðan kemur svar það sem er búið að taka saman allar athugasemdir sem hafa verið sendar og svona pakka inn. Það er ekki, sem sagt, einstökum atriðum er ekki svarað heldur, er bara svarað mjög almennt og athugasemdirnar frá Vesturbæjarskóla voru til dæmis þær að það er gróðurhús þarna sem er nýbúið að byggja á þaki nýbyggingarinnar og á að nýta bæði í náttúrukennslu og ræktun og nýju byggingarnar skyggja einhverju leyti á útsýni út á sjó og þetta er náttúrulega verið að skerða almannagæði þarna í skólanum en nú þannig að við spyrjum í rauninni hvað núna af því að öll svörin miða bara við að deiliskipulagið eins og það var sé bara rétt og grafið í stein þannig að allar okkar athugasemdir þeim er bara varpað aftur tilbaka og þá kemur aftur að því að það voru líka gerðar athugasemdir við hitt gildandi deiliskipulag. Þannig að sumar af athugasemdunum eru endurteknar og það var það líka tenginguna við sjóinn. Það er búið skilgreina þarna strandgarð við Ánanust og hvernig á þessi tenging að vera göngustígar, hjólastígar frá strandlínunni og að skólanum og að næstu opnu svæðum. Það er hringtorkarnir sem á alveg eftir að ákveða og hvernig er hægt að samþykkja þetta deiliskipulag áður en þetta er hannað og hugsað alla leið. En við spyrjum eiginlega hvað gerir maður núna við þessi svör? Er þessu samráðsferli bara lokið? Já, núna þekki ég ekki til þetta tiltekna mál og áttum ekki alveg nákvæmlega á því hvar það er statt, en
ég gerir ráð fyrir því að það sé bara að vera að bregðast þarna við athugasemdum og gefa út umsögn í kjölfarið. Þannig að ég á bara fastlega að vona því að það verði farið að lögum og reglum þegar kemur að skipulagsmálum þarna. En eins og ég segi, ég bara þekki það tiltekna mál ekki né hvar það er stað. Það var að tala um hornið á Ánanaustum og Hringbraut. Já, ég bara... Þetta hét sko Bíkorreitur og svo var nafninu breytt. Þannig að við sem erum að hafa fyrir því að gera athugasemdir við deiliskipulagstillögur, maður þurfti að vera mjög vakandi fyrir því að það kom allt inn aftur undir nýju nafni. Það er ekki núna, hún er ekki í kynningu núna eins og er. Nei, það var í kynningu, við sendum athugasemdir, svo fáum við bara þessa umsögn. Já, en þetta er góð punkt að við skulum biðja upplýsingar hvort við getum fengið líka einhvern til að ræða þessi mál í hverju sjóðunum, í baráðunum, þess að ræða hvar borgarlínan fer og ræða þennan reit og hvernig gengið frá þessu svæði við Hringbraut. Það tengist alltaf allt Hringbraut. Hvernig Hringbraut og Ánanaust eru útfærð og þetta er þannig eins og við bókuðum á síðasta fundi þá að mikilvægi Hringbrautar sem er mjög mikilvæg fyrir hverfið og það er náttúrulega að leysa annar náttúrulega heildarsýnin sem vantar og það verður mjög gott að við leitum eftir því að fá meiri svör frá skipulagi borgarinnar bæði hvað varðar borgarlínu og þessa mikilvægu reiti og á horninu við Hringbraut og Ánanaust og síðan náttúrulega líka Héðinshúsið sem var bent á áðan en það er náttúrulega komið mun lengra og minna sem við getum gert en þannig er ennþá reiti sem eru laus, sem eru tómir eftir og það er ekki loku fyrir það skotið að fleiri skipulagslið geti komið mæta staðan. En get ég sendt ykkur, hefur íbúaráð áhuga á því að sjá þessar athugasemdir bæði frá íbúasamtökunum frá Vesturbæjarskóla og síðan umsögninnar? Ég held að það sé bara betra að við setjum á dagskrá á fundi og reynum að taka það fyrir kannski næsta fundi og sjá hvort við getum líka fengið ykkur frá skipulagssviðinu til þess að ræða þessi mál með okkur. Ok, og þá er ég búin að senda ykkur þessi skjöl, þannig að ég geti kynnt ykkur. En já, fyrst að við erum að reyna að grafast fyrir svona afdrif þessara deiliskipulagstillögu. Ég veit ekki hvort að Skúli eða Hildur hafi ykkur upplýsingur það hvaða framgang þessi tillaga hafi fengið í skipulagsráði eða í borgarráði. Sko, ég er ekki nákvæmlega viss hvar þetta er statt, en ég get auðvitað grafist fyrir það og sendi ykkur bara línu á loknum fundi. Takk. Og ég vildi þá gjarnan bæta við að þessi battagarður eða íþróttaaðstaða á Landakotsskólatúninu, Landakotskirkjutúninu, hvort að einhver viti eitthvað það. En ég vonast til þess að fá gögn og geta senda og fengið það formlega inn á dagskrá. Ok. Það er gott. Ef ykkur eru með eitthvað annað aðrir sem vilja koma ykkur á framfæri? Já, ég vil bara koma því á framfæri að 15 ára sonur minn nefbrotnaði í leikfimi og það er núna áðan og það er þess vegna, og svo voru hinn börnin að hrynja í hús og þess vegna hefur verið svolítið óreiða á fundarsetu minni hér í dag og ég biðst formlega afsökunar á því. En svona getur gerst þegar menn eru með svona heimahundi, biðst afsökunar og svona smá þvælingur hérna á heimilinu, afsakið. Bata kveður á þinn mann, Björn. Héðan líka, bata kveður. Bata kveður. Þá erum við komin að lokuðum liðum. Við þurfum að ræða umsóknir í hverfissjóð og þá er lokað fyrir streymi. Já, og það þakka ég fólki fyrir sem er í streyminum fyrir áheyrn og gerum stundarhlé. Gerum stundarhlé? Já, og gerum stundarhlé núna.